loksins komin og ég er búin að hlakka svo mikið til í margar vikur. Það skemmtilegasta sem ég veit á haustin, það er að fara í réttir. Og þá fer ég í sveitina og ég fer og heimsæki alla ættingja mína sem eru heima í sveitinni. Nú eru allir samankomnir hérna og ég hlakka til að hitta alla. Mamma og pabbi komu með mér og stóri bróðir minn líka. Honum finnst þetta rosalega skemmtilegt eins og mér. Við erum búin að spyrja mömmu og pappa á hverjum degi hvort að réttirnar sé ekki fara að koma. Og loksins í dag er réttardagurinn. Við erum á bæ sem er Þingvallasveit og hann heitir Heiðarbær. Og réttirnar, þær heita Heiðarbæjarréttir. Og Heiðarbær eiga sko amma mín og afi heima. Amma mín og afi eru rosalega góð og þau eru líka komin hérna í dag. Amma, komst þú með uppáhaldssamlokurnar mínar? Já. Ekki? Ég gleymdi því. En komst ekki með eitthvað næst? Nei, það ekki. Ég er búin að hlakka svo til því að ég elska eggjasamlokurnar sem þú býrð til. Mér finnst þær svo góð þar. Ertu ekki með svona eggjasamlokur núna? Eina. Handa mér? Í alvöru? Og komstu kannski með kókonut líka? Já. Ó, hvað þú ert góð, amma. Eigum við að setjast kannski eftir í grasið með teppi og fá okkur að drekka og svona? Já. Ó, það er svo gott að drekka út í náttúrunni og fá sér gott nesti og svona. Mér finnst það alveg frábært. En ég má nú ekki alveg gleyma mér þessu. Ég verð nú að fara að drífa mig og fara að kíkja allar kindurnar í réttunum. Sko, núna fyrir bara í gær og fyrradag, þá fóru sko afi og frændi minn og fullt af fólki upp í fjall. Og fóru í svona sem heitir Göngur. Ég held sko að það heitir Göngur. Jú, pabbi sagði að það heitir Göngur. Það fer maður sko upp í fjall. Og hérna, nei, Stjáni frændi. Fórst þú ekki í göngurnar? Nei. Nú, af hverju ekki? Það er ekki ganga. En fóruð þið ekki á hestunum? Pabbi sagði að þegar maður fer í göngur, jú, hann sagði það, þá fer maður alltaf á hestum, upp í fjall. Já, var einhverju kannski gangandi með? Já, en er þetta ekki svo langt? Þarf ekki að fara svo langt upp? Já. Hestar. Þetta er það einu sem ég fór ég á hestbakk og mér fannst það svo skemmtilegt. Fyrst var hesturinn bara að ganga svona eins og við, nema við göngum alltaf bara eins. En hestarnir, þeir hafa nokkra svona, já það heitir gangtegundir. Og mér fannst skemmtilegast þegar að hesturinn allt í einu fór á stökk. Hann stökk alveg lengst upp brekkuna. Þá fór ég sko hratt og mér finnst það miklu skemmtilega heldur en að vera á feti þegar hann bara gengur bara svona venjulega eins og þegar við erum að labba rólega. En þegar hann fer til dæmis á brott að þá hossast maður svolítið á hestinum og það getur verið svolítið þreytandi. En mér finnst eiginlega já, mér finnst eiginlega skemmtilegast að fara á stökk. Já.
Heyrðu, Siggi stóri bróðir, ætlar þú að koma með mér og kíkja á kindurnar? Já. Eigum við ekki bara að drífa okkur? Já. Já. Eigum við að byrja að fara kannski inn í hérna, það heitir í miðjunni, manstu? Já. Hvað sagði pabbi eftir morgun að það héti? Inn í miðjunni, við förum inn í réttirnar og inn í miðjunni þar sem allar kindurnar eru. Það heitir hérna aftur, hvað heitir það nú aftur? Manst þú það? Nei. Nei, hann var svolítið að flýta sér hann pabbi þegar hann sagði okkur þetta. Jú, ég man það núna. Það heitir almenningur. Og þar eru allar kindurnar settar fyrst þegar það er búið að ná í þar. Þegar allir koma á göngunum og setja kindurnar í. Rétturnar. Og þarna er ég komin í rétturnar og ég sé fullt af kindum. En ég þarf að finna kindurnar sem afi á. Það er víst búið merkjaðar allar á eyranu. Það er allar merktur sko, þannig ég þarf að finna kindur með réttu merki. Katrín, ert þú komin líka? Ó, komst þú með mömmu þín og pabba? Er það? Eigum við að fara saman og athuga hvort við finnum réttar kindur? Já. Við ætlum sko að fara saman og við ætlum að draga kindurnar í dilkana. Ef við ekki gera það? Af því að sko við förum náttúrulega með í dilkana og dilkin sem að afi er með, þangað förum við allar kindurnar hans. Já, þetta er nú skemmtilegt. Nú erum við búin að draga, ég fekk að draga fyrst eina kind og svo sá ég strax að þess þegar að við erum búin að taka allar kindurnar sem við eigum, þá ætlum við sko að reka kindurnar heim á bæinn hjá amma og afa. Og á leiðinni, þá ætlum við að hafa með okkur vatn í brúsa. Ég verð alltaf rosalega fyrst að leiðinu. Mér finnst ofsalega skemmtilegt að fara og hjálpa öllum á eftir. Og reka kindurnar heim og svo hittast allir. Fá sér að borða kannski hangikjöt. Amma, ætlum við að borða hangikjöt líka núna? Já. Er það? Já. Og hvað fáum við að drekka með? Bara djús. Hvað er djús? Já. Kannski svona sólberjadjús eins og mér finnst það gott. Já. Getum við það? Já, veist það. Æ, það væri svo gaman. Ég vona að allir komi og borði með okkur. En nú erum við lögð af stað og við erum að reka allar kindurnar heim. Nú er ég orðin svolítið þreytt. Ég er búin að hlaupa svo mikið. Það er svolítið erfitt að reka allar þessar kindur heim. Hjartað á mig það bara slær miklu hraðar. En þú, Sigga frænka, ert þú ekkert orðin þreytt? Nei. Eigum við ekki bara setjast niður og hvíla okkur aðeins? Jú. Getum við gert það? Já. Ert þú líka með svona, er hjartað hjá þér líka svona, slær það svona hratt? Já. Er það? Já, ég held bara að sko, það fari alltaf hratt núna. Mér var sagt sko í skólanum, þá var mér sagt að hjartað, það slær 70 slög á mínútu. Það er svolítið mikið, finnst mér. En þegar að við förum að hlaupa til dæmis eins og núna, þess vegna er hjartað bara að slá svona hratt. Við erum búin að hreyfa okkur svona mikið. En við erum alveg að vera komin heim til amma og afa á bæinn í Heiðarbæ.